Góðan daginn, góðir hálsar, vonandi þetta að fara af stað á réttum tíma. Við erum búin að vera algjörir hrakfallabálkar en núna hlýtur botninum að vera náð. Velkomin Elva. Já, takk fyrir það. Það sem ég hef að segja er að þegar þú ert á botninum, þá er eina leiðin upp. Yes sir, velkomin í Dundur þátt. Förum að skála. Tjók. Já, let's do this. Fyrsta skipt sem ég heyri svona ókslega mikið í mér, þannig ég er ókslega meðvitað hvernig ég hljóma. Okay, that's not great. En ég er semst búin að skipta mikrofón og vonandi batnar hljóði hjá okkur og vonandi hagar þetta forrit sér betur. Já. En nú er jólin að koma og ég ætla að lykta eins og vanilega jólin, ég veit ekki ykkur, en ég er að elska að vera lyktandi eins og þið, systur mínar. Nei, alveg ég seti þetta á mér og ég er bara svona, ég met það fyrir þær. En ég er sérst með skrubbin frá Tree Hut, styrktaralið þáttarins og á vanilu skrubbin núna og ég er að spá ég að kaupa mér krem þegar ég er að klára kremi sem ég er að nota núna, ætla ég að kaupa mér vanilu Buddy, hvað heitir þetta? Buddy Lotion eða Buddy Butter eða eitthvað? Buddy Lotion eða? Buddy Ljós? Buddy Ljós? Og hvað ert þú með frá Tree Hut? Personal favorite frá Tree Hut. Nú er þessi orðin personal fave. Þetta Erum við bara búin að skipta? Já, ég var að hugsa þegar þú veist að tala um vanilu, ég var svona, við erum búin að skipta. Tropic Glow er orðið mitt uppáhalds. Allavega þú veist, í bili, ég skiptir endur ókslega oft svona milli lykta og svona. Ég held að það verði alltaf bara mitt svona sumar. Það passar örugglega bara fínt þegar ég er búin með þennan, þá kaupum við örugglega aftur Tropic Glow. Já, ég er svo ógeðslega fljót með þetta. Já. Ég er ekkert að spara, þú veist, ég er að taka bara svona 3 lúkur. Já, ég fer bara í bað einu sinni í viku, sko. Ég fer í bað svona einu sinni á dag, sko. Ég er að djóka. Viltu baða einu sinni í viku? Nei, ég held að vera bara í sturtu í hinskiptin. Já, ég var að meina að ég væri bara að fara einu sinni á viku að þrýfa mig. Það var grínið. Já, kom sér ekki til skila. En já, ég er með eitt svona í baðinu mínu núna og ég er alveg að vera að búa með það. Og já, ég held ég haldi mig bara við þessa lykt. Ertu að vinna með að fara með töst í baðið eða? Nei, ekki ennþá. Ég fer alltaf með tölvuna í bað. Ég get ekki... Þetta er ekki djók. Með tölvuna í bað, já. Já, en ég er með svona gæja yfir myndalina, þannig að ef ykkur ætlar að hakka tölvuna mína þá fær hann þarna ekkert að sjá. Ég var nú minnst að spá í því, sko. Ég veit að það er hægt... Ertu að tala um að fara í bað heima á miðgarði eða? Nei, ég er að tala um hjá mér í bænum. Hvernig fer í bað með tölvu hér? Nú, ég græja bara eitthvað svona setup, teka einhverja grind og stilla upp, skilur, og ég hef stundum bara að raða hangklæðum og hvort annað til þess að setja tölvuna í sömu hæð og ég er... Ok. Já, og þú veist, ég verð að finna, þú veist, bað er bara svona heilug stund fyrir mér, skilur. Oftar en ekki er ég að skrúpa mig með þessum skrúp, skilur, og setja einhverja djúpnæringu í hára á mér og þú veist, bara dunda mér að horfa á eitthvað crime í tölvunni. Lögreglu viðtöl og svona, þú veist, ég veit ekki hvað og hvað. Þannig að ég hef ekki ennþá farið með töst, en þú veist, af því að það hefur eiginlega ekkert verið pláss á baðkarðs, hvað heitir þetta svona meðfram? The Edge, hvað heitir það á íslensku? Ég veit ekki, nei, ég veit ekki. Nei, er það karmur? Karmur? Já. Ok, ég kaupi það ekki, en alltaf læg. Ég hef ekki ennþá verið með töst á karminum á mennir í baði, en there's a first for everything, þannig að maður kannski prófa það. Já, ef við tala um P. Diddy, The Reckoning. Já, ég hef smá áhyggjur af því ég er búin að vera að snerta mig hérna út um allt. Þú sérðu hvað ég rauð? Hvað er að gerast? Sko ég sé eitthvað stressuð? Nei, ég held ég sé bara svöng. Per usual. Ég er nývöknu, ég er að reyna að vera hérna eitthvað lífleg, sko. Harðu, við erum líflegar, tölum P. Diddy. Og ég fyrst það. Já, serían heitir The Reckoning. Á Netflix, fyrir þá sem við ekki vita. Og ég veit ekki hvort það sé eitthvað þetta spoila þessu. Þetta er búið að vera náttúrulega í fréttum í skariljón ár, þannig að... Já, þú veist, ef að fólk veit ekki hvað hann hefur gert eða hvað, kannski, ef það veit ekki pínulítið, þá er það búið í einhverjum helli, sko. Ég held að það sé bara staðan. Þú veist, þú þarft ekki að vera búin að horfa á þetta til þess að finnast hann eitthvað ógeð, sko. Meira að segja, þá eftir síðasta þáttin, að þetta eru 4 þættir, eftir síðasta þáttin þá var ég smá svona ósátt að því ég var svona, mér fannst ekki koma nógu mikið fram hvað hann er eiginlega ógeðslegri en hann kemur út í þessum
þáttum, sko. Já, og mér líka bara fannst vanta helling Mm inn í þetta, eins og allt með Kim Porter, hvernig hún dó. Já, en ég er að hugsa hvort það sé, þú veist, hvort að fólki sem að var að búa til þess að hvort að það sér eitthvað smá hrætt við, þú veist, eitthvað skonar, hvað ég segja á íslensku, þú veist, ennsku bara legal action, ef að það er verið að fjalla eitthvað sem er kannski bara eitthvað svona kenning, skilurðu, gæti þá ekki teymið hjá P. Diddy kært þau fyrir meiðyrðingar eða eitthvað, af því allt sem þau fjölluðu var eitthvað sem hann var búinn að vera annarkvort kærður fyrir eða búið að dæmi málinu, að þetta var allt eitthvað svona mál sem hafði farið fyrir dóm, skilurðu, eða á eftir að fara fyrir dóm, en kæran var, þú veist, opinberlega sett út eða, I don't know, ég náttúrulega kann ekki svona lögfræðinga tungumál. En samt, sko, þú veist, eins og alls konar sem var haldið fram sem að, þú veist, hann gæti alveg kært, skilur, eins og eitthvað, hann var aldrei með neinni konu sem var ekki einhvers annars eða eitthvað svona, þú veist, alls konar svona haldið fram, kannski var bara búið að ákveða þetta væri fjóra þáttar sería og Kim Porter kannski bara væri bara heill þáttur, sko. Já. En við þá sem ekki vita með það að þá sem deyr hún mjög, mér fannst það mjög svona skringilegt allavega. Dó hún ekki úr lúnabólgu? Já, og einhvern veginn allt í kringum þetta, ég man bara svona, þú veist, að það voru allir bara eitthvað svona, ok, örugglega bara því að út af öllum sem að hafa dáið í kringum hana, bara eitthvað, hverjar er líkunar á að barsmóður hans sem hann er að skilja við, eða þú veist bara, ég man ekki hvort að þú veist, þetta hafi átt að vera, þú veist, farið í gegn eða hvað, en að hún deyi úr lúnabólgu, þú veist. Já, sorry, ég er að fá svo ógeðslega mikið náldó í leppinni, ég get ekki einbeitt mér, sko, í það. En já, ef við að byrja á byrjuninni með hann. Hann var born and raised in your hvað segir maður? Sko, höldum því alveg til haga. Jú, ég bjó í Harlem í 4 ár, en ekki bara eitthvað íkja, hann sé bara, já, hann er bara frá mínum heimabæ. Ég veit ekki hvað varst að fara að segja. Nei, en hann er fæddur og uppalinn í Harlem og þú áttir heim í Harlem. Já, en það er nefnilega máli, hann var ekki fæddur og uppalinn þar, hann var fæddur og uppalinn í fína hverfinu í Westchester, ekki Westchester, og aðeins meira svona suburbs. Það var talað um það í byrjun á þáttunum að þú veist, mammans, þú veist, jú, þau voru mikið í Harlem og mikið af fólkinu sem að umgengust voru þaðan, en hann var samt uppalinn í miklu svona fínna, þess vegna var hann aldrei svona strít eins og hann vildi verða, því að þú veist, hann var ekki inn í þeim heimi allan daginn, fattar. En jú, hann, þú veist, segir alltaf að hann sé frá Harlem og að horfa á þetta gerði mig bílaða, þú veist, að hann var eitthvað að kleima það og þú veist, já, er henni sverta ímyndina ennþá meira því að Harlem hljómar alltaf í hausnum á fólki eins og það sé bara ógeðslega gettó og er það ekki í rauninni í samanburði við mörg önnur hverfi í New York. Harlem er bara bestu víbrur í New York, vill ég meina, sko. Þú hefur verið þarna með okkur að dansa með börnunum mínu kvöldinu. Já, ég meina, þú veist, í öllu skipti sem að ég kom að heimsóta ykkur og þú veist, það var með þess að hann á tímabil sem ég var úti hjá ykkur alveg í, þú veist, mánuð eða 4-5 vikur eða eitthvað og þú veist, mér fannst bara, mér leið aldrei eitthvað óörugg þarna, skilurðu, þannig að ég Já, þar sem að við byggum allavega. Já, þú veist, já, alveg... þú veist, þið voru alveg það neðarlega í Harlem að þið voru bara, hvað ykkur 2, nei, ég man ekki, hvað maður að segja, 2 strætum, nei. Við vorum 5 strætum frá Central Park. Já, það. Sem er bara 5 mínútur eiginlega í labbi. Já. New York labbi. En þú veist, ef að fólk hlustar á þetta og ætla bara eitthvað, herri, ég ætla að fara að skoða Harlem, þú veist, þá vorum við á suðvestur horninu á Harlem. Ég líka segi það alveg á þetta að við erum að fara að ræða það eftir. Ég náttúrulega var margra barna móðir hann, þannig ég var ekkert eitthvað úti eftir 8 öll kvöld, sko. Þannig maður þarf alltaf að vera street smart allstaðar líka bara í borginni, sko. Þannig að því ekki að kvóta með eitthvað ef einhver fer eða eitthvað gerist í Harlem. Þú sagði að þetta væri svo örugt. Já, þú veist, ok, ég er ekki að segja að þetta sé svo örugt, ég er bara að segja að þegar ég var hana, þá upplifði ég mig aldrei eitthvað óörugg, þú veist, meira óörugga í Harlem heldur en bara eitthvað þar Midtown eða eitthvað þannig, skilur við. Nei, ég er líka sammála því og þú veist, alltaf þegar við sögðum fólki að við byggjum í Harlem
og þú veist, við náttúrulega alveg bara svo vönni og Harlem ekki eitthvað svona með eitthvað dýpri meiningu fyrir okkur og sjá svipuna fólki alveg búið í Harlem bara já, það er allt í góðu skilur bara eðlilegasti hlutur. Hvernig fannst þið klippan þegar hann fer í Harlem og er eitthvað heilsöllum og svo þegar hann kemur inn í bíl þá er hann bara eitthvað skilur við bara síðasta í alvörinni var ok, ég vil ekki meina að hitta af ekki sjokkra mig en þetta stuðaði mig mest af því ég náttúrulega vissi megni af hinnu en þetta stuðaði mig mest að hann að vera bara eitthvað og líka bara að því að fólki í Harlem þú veist, heldur alveg upp á sitt fólk af því að þú veist, þetta er fólk sem hefur skarað fram úr og það er svo ógeðslega vont þegar einhverju svona koma síðan út og eru viðbjóður skiluru og sérstaklega líka vera eitthvað að koma aftur og láta síðan svona að þú veist bara og líka bara að hann láti þetta út úr sér ég var alveg, ætla hann ekki að hætta það fór alltaf meira og meira eitthvað þú veist, jú, byttu spritt eða eitthvað en svo bara held hann alltaf áfram og segja bara eitthvað ógeðslega svona dehumanizing dæmi. Já, þú veist, þegar ég horfði á hann part þá var ég bara eitthvað svona kannski er hann, þú veist, kannski er hann bara eitthvað algjör svona psíkla, svona germaphobe, skilur svo er ég bara svona, það sem passar ekki alveg við aðra hluti eins og þessi freak-offs og allt þetta, skilur þannig ég veit ekki alveg hvort þetta sem lét mig vera ennþá meira svona, ok, þetta er aðeins meira svona kannski eitthvað svona racist based eða eitthvað svona stjætta já, svona klassist já. En maður heyrði það líka bara svona undirtótnin í þessu öllu var bara eitthvað svona líka lét hann ekki gaurinn gefa sér jakkan náður ég veit ekki hvort hann lét hann gaurinn gefa sér jakkan hann segir eitthvað svona like, can I have it og hann segir eitthvað svona only if you're gonna wear it guð sérst alveg svona að gaurinn er alveg bara svona að reyna að selja hann jakka þú veist fyrir einhvern pening og hann alveg svona yeah I'm gonna wear it eitthvað svona og síðan þú veist á gaurinn alveg óslega erfitt með að gefa hann þetta og hann þarf örugglega bara hvern einasta sent en svo borgar hann ekkert fyrir hann skilur bara svona er í lagi af hverju þetta kom hann upp eftir og þykist það eitthvað að gefa á þér og ert síðan bara í alvörinni að taka hlut af fólki á skirkju já bara ræna fólk já og þetta er bara ógeðslegt sko en já ég er svona þú veist við erum alltaf kannski ekki að fara voðalega in details með allt sem kemur fram í þessu þú veist út af því að kannski á okkur eftir að horfa en ég getur bara kannski rætt svona okkar take á þessu þú veist ég var eiginlega búast við aðeins meira þú veist um Kim Porter en ég var líka búast við meira sko allir þessi freak-offs skilur þú veist ekkert endilega þú veist ég var ekkert að tala að ég myndi vilja sjá okkur klippur úr partíunum sjálfum skilur ég meina það en þú veist það var bara ekki minnst á þau eina sem á minnst á var bara eitthvað þegar hann er að ræða það á milli við hann að Cassie þegar að hvað er jurors á íslensku? Kviðdómurinn og fólk vill að við tölum betur íslensku og ég segja bara já að ég segja kviðdómurinn að fólk úr kviðdómnum, já ok mér finnst þetta eitthvað voða skrítið orð en allavega þú veist ég ætla að segja þú veist það er alveg allt annað umræðefni þetta fólk sem var í þessum þáttum sem var í þessum kviðdómi eða hvað sem þetta er alltaf skrítið orð já en já, af því að þú veist það er eina þegar það er tala við, það er bara tala við tvo úr þessum kviðdómi og annar er kall og hinn er kona já og kallinn er eini sem minnist á þessi freak-offs og þannig sko nota þau sem sönnunargagn það að Cassie var partur af þessu öllu saman af því að hún segir eitthvað, kemur fram í einhverju einu SMS-i sem að hún sendir á hann bara eitthvað svona, hún sé tilbúin eitthvað, eða hann geti alltaf treyst á hana, hún komi í eitthvað svona freak-off eða eitthvað blá blá, og ég var svona, ok, mér langar að við brennum fleiri nöfn, ég vildi fá að sjá miklu meir Jay-Z í þessu, Jay-Z er búin að vera hans hægri hönd bara í mörg ár. Og líka eins og Ellen DeGeneres og Kardashian, allt þetta. Og þú veist, ég hugsaði svo oft til Justin Bieber í þessum þáttum, að því að þú veist, það er til svo mörg vídeo af Justin Bieber og Diddy eitthvað saman. Það sem Diddy er meðal annars að segja eitthvað svona, hann sé að fara að vera bara eitthvað, Justin's gonna be lucky enough to be with me for next 48 hours, blah blah, og ég hugsaði strax kommentið frá hana kallmanns eskortinu,
sem að var greinilega bara eitthvað partur af þessu í 8 ár. Mhm. Hann var að tala um að þú veist, þegar þau tóku hann að ecstasy, þá voru þau stundum bara eitthvað að í 48 til 72 tíma, þú veist, bara eitthvað 2-3 sólarhringa. Og ég var bara eitthvað svona, er þetta bara tilviljun að hann er að nefna aftur akkurat þessa tímasetningu? Eða þú veist, þessa, hvað sé það, the amount of, skilur, þú veist, þetta marga Kanntu bara ekki klukkutíma. íslensku? Ég kann bara ekki íslensku. Nei, veistu hvað, ég kann alveg íslensku en ég kann bara ensku miklu betur. Og þetta er alltaf á ensku, þannig að ég er með þetta alltaf á ensku en ég heilanum á mér, skilur, en allana. Bara þessa lengd af tíma. Já, bara eitthvað, já, hann er að fara að vera með mér bara næstu 48 tímana og þetta verður bara einhverjir svona hlutir sem að jafnaldri hans eiga bara eftir að, eða bara eitthvað svona öfundan og svona bla bla, bara eitthvað svona típist eitthvað svona í að því að einhverjir svona úlingstrákar myndi alveg gjörsamlega vilja þetta, skilur. Hann bara lítið krút frá Kanada. Hann er ógeðslega mikið krútt hann, skilur, hann endur hann með hann að klassísku hliðaklippingunum sína eitthvað og bara í fjólubláu köflóttu skitturinn sinni eitthvað, skilur. Og líka, þú veist, að það er mögulega hægt að mappa út einhvers konar tímalínu að Justin Bieber fer síðan í eitthvað rugl hana einhverjum árum eftir að hann verður frægur, skilur. Já. Og svo truflaði mig það svo mikið að þegar að var að vera, þú veist, í loka þættinum þegar að vera að tala um að hann er að vinna hann í nýjustu plötunni sinni, þá bara eitthvað Justin Bieber á einu á lögunum, skilur. En þú veist, það er samt alveg sýnt einhver klippa frá þessu tímabili og það er alveg svona áberandi að þetta er tímabili sem að Justin Bieber er í svona, hann er með síða hári sitt og það er einhvern veginn svona eiginlega svona í dreadlockum eða eitthvað, þú veist, svona alvöru Justin Bieber aðdáendur muna. En já, ég er bara svona, ég hef viljað sjá fleiri lenda undir rútinu annars, sko. Já, og líka út af því, þú veist, bara það sést svo vel og þetta er svo líka bara vel gert hvernig þættirnir eru settir upp. Þú veist, byrjar bara hérna símtalið þegar hann að tala um bara eitthvað að þið þurfa bara besta PR fólkið hérna, þú veist, bara fyrir mest slísi og bara svona, hann er bara að viðurkenna hvað hann er og síðan í restina þá, þú veist, kemur í ljós að kviðdómendunir, þú veist, þeir sem sátu í kviðdónum, ég held ég sé að segja rétt að það sé jury, þetta var ekki svona lokað, hvað segir maður, til að útskýra, þá sérst fóru þau alltaf bara út, þú veist, þau fóru bara heim til sín í lokdags. Já, þau hafðu aðgang að samfélagsmiðlum. Já, aðgang að samfélagsmiðlum og fólk, þú veist, aðrir hafðu aðgang að þeim, skilurðu. Þú veist, ef hann er með ítök allstaðar, þá var svo létt fyrir aðra að ná inn til þeirra, og sorry, líka bara hvernig var valið í hennan kviðdóm, þú veist, þessi gella er bara mesta ég var sko í sjokki yfir gellunni, ég var svona mesta grúppía og greinilega bara svolítið greindaskert, sko, greið. Nei, hún var bara eitthvað svona, nei, hann var ekkert að, þú veist, horfa á okkur til að tæla okkur, þú veist, og síðan hann var bara eitthvað svona að horfa á okkur, hann var bara að horfa á okkur og gera svona já, og bara eitthvað svona að reakta við það sem fólk var að segja, bara eitthvað svona, get a lot of this guy, eitthvað svona bla bla, já, bara hvað er góður, bara þú ert fáránleg. Hún var að sína að það náði inn til hennar því að hún bara, já, ég skildi hann alveg, ég bara, já, oh my god, já, og hinn hann að gaurinn sem ég talaði hann var bara basically að segja að Cassie væri in on this, skilur þú veist, ég bara svona var ekki ein manneskja þarna sem var bara, þú veist, Cassie var obviously, augljóslega svona bettered wife, þú veist, og allt já, sem hún gerði. greinilega bara ógeðslega mikla fræðslu líka bara svona. Já, en þú veist, það er ekki eins og þetta hafi verið, þessi rétturöld hafi verið, þú veist, 1817, skilur, þú veist, þau voru bara núna nýlega, þú veist, það er ekki það mörg ár síðan, þannig að þau eru ekki, að ég fattar þau, þú veist, öll þessi hugtök eru komin með, þú veist, hvernig fórnarlömb eru og hvernig þau eru, þú veist, grúmuð og manipuleituð og allt þetta, skilur. En samt vogar þessi kallmaður eitthvað að segja að út af einhverjum SMS-skilabóðum eða einhverjum samskiptum þeirra á milli að það sko sannar alveg að hún var bara in on it from day one. Já, en þú samt verður að átuga að hann var að öllum líkindum, þú veist, indörskur eða Bangladesh eða eitthvað, skilur, þar sem er ennþá, þú veist, bara, þú væri ekki að ráða hverjum giftist, sko, úst. Já, þú veist, sama hvað árað er, þá er það svolítið bara mismunandi eftir menningar heimum fólk, sko. En það heyrðist líka hvernig þau töluðu hann að hina konuna. Bara já, hún var alltaf ýkt og hún var alltaf bara búin að ákveða eitthvað svona, voru greinilega bara ekkert að hlusta á hana af því að hún átti eitthvað erfitt
Já, hún var greinilega eitthvað of emotional þegar hún var spurð, eða skilur var með svona vitnisspurð, að þá bara náttúrulega er ekki hægt að taka mark á henni. Bara þess þá heldur fólk. Já. En ertu að horfa á eitthvað annað? Tengt honum? Nei, bara ertu að horfa á eitthvað aðra seríur? Ég held að við ætluðum að tala um þetta bara. Já, viltu segja eitthvað meira? Já, ég er samt með 2 punkta sem að fara fyrir brjóst á mér. Varandi þetta allt, þú veist, þessa þáttaseríu og bara allt við hann. Ég er alveg svona, það pirrar mig smá tilhugsunin að það væri bara allt ennþá í gangi með hann, Diddy, ef að hann hefði bara borgað þessu fólki sem var að koma fram í þessum þáttum. Hvað meinarðu? Þú veist, heldur ekki að séu ógeðslega margir bara eitthvað svona, þú veist, af því að það var alveg rauði þráðurinn í þessu, að hann borgaði aldrei neinum, þú veist, allir artistinni sem hann var með, skilu, allt starfsfólkið, allt þetta, skilu, þetta var allt fólk sem hann lofaði einhverjum pening fyrir vinnuna þeirra eða eitthvað, skilu, en hann borgaði þeim aldrei, þannig að mér finnst það vera svona, mér finnst fólki einhvern veginn meira vera hefna sín á honum með því að tala um hvað hann var ógeðslegur á þeim forsendum að hann sko borgaði þeim aldrei, frekar hann að vera bara, já, hann borgaði, eða þú veist, hann var bara ógeð þótt að hann var. Þetta er náttúrulega bara heilt petty fest líka, þessi mynd hefði aldrei orðið til ef að hann hefði borgað þessum sem að tók allt þetta upp, af því að þú veist, hann hélt örugglega svo mikið að hann myndi vinna málið og ætlaði þá að nota þetta sem eitthvað svona, þú veist, græða á þessu, skilur, eitthvað redemption dæmi. Hann var að gera heimildamynd sjálfa sig. Já, og síðan borgar hann ekki tökuliðinu og þá náttúrulega kemur the king of pettiness 50 Cent og borgar fyrir þetta. Já. Ógeðslega fyndið. Það er samt, þú veist, þú ert eiginlega að leiða mig mjög vel inn í næsta punkt og það er að 50 Cent, king of pettiness sem er að þessu, hann er líka ekkert æðislegur maður. Að hann hefur verið dæmdur fyrir hitt og þetta og hann hefur fengið á sig kærur fyrir sko alls konar kynferðisofbeldi og bara heimilisofbeldi og allt þetta. Já, og líka bara allir sem koma fram í þessu, allir frá sko mömmans til, þú veist, Tupac, Biggie, allir, bókstaflega allir eru með eitthvað á bakinu, skilur, þú veist, hafa verið ákærðir. Já, en punkturinn minn er ekki það, þú veist, ég er að segja, punkturinn minn er að, þú veist, Þeir verið að kasta steinum og glerhúsi. Já, þú veist, ég er eitthvað svona, fólk má ekki, en ég er ekkert eitthvað svona vá hvað 50 Cent, hann er svo mikið legend maður, hann stendur með þolendum og fórnarlömbum og þú veist, eitthvað svona þannig, hann er bara eitthvað svona ego-keppni við P. Diddy og hefur verið í mörg ár, skilur, og þetta er bara eitt af því, skilur, bara eitthvað svona, eins og þú sagðir, king of pettiness, hann er bara eitthvað svona, núna get ég er andjús bara búið stuðið að næsta sem við sjáum er bara eitthvað 4 þátt og sería 50 Cent sem að teimið hans P. Diddy er að fara að setja saman, skilur. Mér finnst það líka bara af hennu góða, þannig að alveg eins og með, þú veist, ef við erum að fara að tala eins og með þegar fólk er með vildi rökraða, þú veist, Charlie Kirk. Ég er alveg á því að þá aldrei að nota svona ógeðslega mikið ofbeldi og þú veist bara að myrða einhvern er aldrei rétt. En það er samt smá svona ljóðrænt að hann sé skotin að færi með byssur sem að einhver keypti löglega, skiluru, einhver réttindi sem hann talaði fyrir, skiluru. Mér finnst svo fyndið að segja bara, já, ég styð aldrei ofbeldi og sérstaklega ekki morð, en ég bara segja að því að hann talaði sjálfur fyrir þessu, skiluru. Já. Og þú veist, það er þetta kvóta hann endalaust og setja það við morðið á honum sjálfum, skiluru, sem er galið. Og það sýnir bara, þú veist, hvaða mann hann hafði að geyma. Já. En á sama tíma, þú veist, Nei, ég ætla bara að segja að því ég sá svo ógeðslega gott TikTok á hann, ok, þetta var ekkert ógeðslega gott TikTok, en það kom klippa sem er verið að taka viðtal við hana ekkjuna hans. Já. Þú veist, hvað er þessi kona? Ég held hún sé ekki til, hún er bara eitthvað svona AI-robot eða eitthvað, en allan að þar er eitthvað að spyrja hana, eitthvað svona fréttakona að spyrja hana, hún er í eitthvað svona sit-down viðtali. Er þetta þegar hún tala um New York? Ég veit ekki, ég sá bara akkurat eina þessa klippu, það sem er bara eitthvað svona, já, hvað finnst þér fólki sem er að segja bara að dauðinn hans sé réttlætanlegur og þú veist, af því að
hann hafi talað hitt og þetta málefni þar sem að þú veist málar hann út í hot það að hann hafi verið síðan drepinn var bara réttlætanlegt af því að hann var svo vond manneskja og skoðunarnar hans voru svo slæmar og bla bla bla. Það kemur svona þögn og hún er náttúrulega með þessi bláu augu eins og ykkur, þú veist, ég veit það ekki hvað, þú veist, já allan svo bara svona byrja krókódíltárun að koma og hún er bara they are monsters, they are really monsters og ég er svona, ok, pause hann hefur orðrétt sagt það sama á þetta fólk er að segja nema bara þá var hann ekki að fjalla sig, skilurðu þá átti þetta bara við fólk sem var kannski, þú veist, sem eru þessar háu prósentur sem er að deyja út af löggjöfinni á byssum og eitthvað svona og mér spara svo fyndið að segja það því ég var akkurat að horfa á það í dag þar sem að ég er svona, ok þannig að fólk getur verið að segja orðrétt það sama og hann en þau eru monsters af því að hann er fórnarlambi í þessu scenariói en þegar hann var að tala önnur fórnarlamb í sama scenariói þá var hann ekki monster, þá var hann bara að hafa alveg rétt já, þú veist, já, þá var hann að hafa rétt fyrir sér líka hún fyrirgaf byssumanninum á korteri en allir sem vilja láta skoða þetta betur þú veist, hvort það voru ykkur aðrir á bakvið, þú veist, morðið og hvort að, þú veist, það hefur verið hægt að gera betur í öryggismálum og eitthvað nei, það er bara eitthvað skrimsli sem er, þú veist, bara þetta er allt svolítið skrítið já, þetta er náttúrulega bara efni í heilan þátt, sko, en ég veit ekki hvort við förum að gera það nei, ekki þessu, sko, ekki kannski alveg strax nei, ég ætla kannski að bara færa okkur af því að hún talaði líka, hún var sérst á einhverju ráðstefnu eða þú veist, eitthvað, hún var að tala í einhverjum panel í New York að reyna að tala til kvenna í New York að vera ekki svona career driven og muna bara að þú veist, ég veist, allir gerir svona að reyna því þetta en bara, þú veist, hún var bara eitthvað þetta var svo galið, þú veist, að það væri ekki nógu margar konur að eignast börn í New York, þú veist, og þetta væri kannski ekki svona lokamarkmið og þær væri kannski bara svolítið villtar svona aðeins að villast á leið hvað er ætti að vera að gera í lífinu og hvað væri svona mest svona gefandi að það væri ekki að reyna að fá vinnu á Wall Street og eitthvað svona það var bara svo ógeðslega fyndið af því að hún er sjálf aldrei heima á sér hún er út allt hún er ekki að sjá börnin sín, skilur við bara svona, þetta er svo ógeðslega mikil klísja, en já, ég var að tala New York bara ég er ekki að tala þetta lengur ég er ekki búin að undirbúa mig nóg ef við ætlum einhvern tímann að tala þetta en eru alveg búin að tala nóg Diddy, þú veist, eru ekki að segja þessi þáttur sé, þú veist, ætlaðu bara að segja að þetta sé smá hann, skilur við já, ég ætlaði bara að tala það í introinu og tala New York já, ok hvað ætlaði að gera heilan þátt þáttaröðina? Nei, þú veist, ég vil bara að fólk þarf bara að kynna sér hennar mann og hvað svo ógeðslega hann er, skilur við educate yourself kannski þú getur tekið Kim Porter sem dark mánaðarins kannski, en ég er samt komin nefnilega með mjög góðan annan þannig að ég veit ekki hvort ég er tilbúin að gefa það frá mér en kannski gerði ég bara í ljósi bara, eða bara næsta mánuði, skilur það líkur ekkert á heldur kannski fleiri búin að horfa eftir mánuð já, ok, já tölum aftur smá svona okkar uppáhalds þá langaði að vera að sína því að ég er ekki búin að vera að sína það neitt en þetta frá COSRX er mitt uppáhalds og ég noti þetta alltaf á kvöldin en þetta er Hyaluronic Acid Intensive Cream og ég var búin að segja að það væri með svona bláu miða og þetta er bara svo gott og í alvörinni svo intense og ég bý í mjög þurru loftslagi núna með við í New York og ég finn bara hvað ég verið miklu þurrari og finn alveg mun á morgnana þegar ég er búin að setja þetta á mig á kvöldina því að bara svona þykkt lag af raka bombu sem ég elska. Hvað ert þú með sem uppáhalds COSRX vöru vikunnar? Mér datt í hug og þú myndir ekki leyfa mér að segja sólavörnin en eina ferðina þannig að ég er með The 6 Peptide Skin Booster Serum þarna er hann í allra sinni dýrð Já, ég hef átt hann í svona litlu testir dæmi en ég þarf eiginlega að kaupa mér hann þetta er sko punktarnir á þessu þetta basically gerir allt peptide er náttúrulega bara gott fyrir húðina og það stendur á þessu bara eitthvað even skin tone, hydrating, firmness and smooth, pore and sebum care, improve skin texture. Þú veist, eina sem að vantar á þetta er bara hækkar vextina, skilur á sparnareikninga eitthvað. It does everything. Hækka vextina á sparnareikninga. Ok, ekki. En næsta sem ég er með, sem að þú ert búin að vera eitthvað, það er ekki að selja þetta. Ég er búin að fá staðfest. Þetta er Madagascar Centella frá Skin 2004. Pro Bio Sika Intensive
ampjúl, en þetta er úr Probiotica línunni og þetta er mjög gott fyrir stelpur sem eru orðnar svona, já, á okkar aldri, öllu heldur á mínum aldri. Hvað rödd var þetta? Ég er bara að segja svona. Ég er bara að meina húðin er kannski aðeins svona fann að verða eitthvað svona smá slepp. En ég á líka svona augkrem frá þessu sem ég geim inn í ískáp og ég í alveg sé mun bara á mér, hvenær fékk ég þetta? Það er örugglega komin svona 3 vikur síðan, ég múin að nota þetta alveg, já, örugglega kvölds og mótna, eitthvað úr þessari línu allavega og ég sé alveg mun og ég held að sé þess að þakka. Þannig að ég veit að sko mesti, ég var sko að demografína sem er að hlusta á okkur og það er 27 til, þú veist bara akkurat á okkar aldri, þannig að það er svona aldurinn sem ætti kannski að fara að skoða þessa línu, segi bara svona. Ég fatt ekki okkur þú hendur í eitthvað svona röddin á milli. Af því þetta er, þú veist, fyrir hrukkur og svona ertu ekki að fatta það. Jú, Já, ok. mér finnst bara eitthvað svo, Elver að cringe yfir mér, já, áfram. nei, þetta er bara svona, ef þú ætlar að leika gamla konu, take it all the way, sko. Ég er bara að reyna að fara fínt í hlutina. Já, ok. En byrju, þú varst að segja að þú ert búin að fá staðfest þetta fæst eitthvað staðar. Ég vil fá að vita hvað er þetta fæst, af því að mér langar alveg að skoða þetta, sko. Já, ég sagði í Hagkaup að minnstakosti. Nei, þú hættir að tala um það. Þú rakst í mikrofónin, þannig að þú varst ekki búin að segja alveg þess. Já, ok, afsakið þá. Vildi segja að þetta fæst í Hagkaup, sá ég einhver staðar hjá einhverjum á netinu. Þá bara er ég að fara beinsleið þangað. Mitt uppáhalds er bara same old. Ég með þetta í kassa og þegar ég er búin með mitt því ég þarf að fara að kaupa mig meira á þetta. Ég fekk þetta í láni frá Gjafaleikks kassanum sem ég er með öllum vörunum sem að Gjafaleikurinn er að fara að gefa. Og þetta er bara þessi klassíska ampule, basically, þú veist, ég ætla ekki að opna þetta af því að þetta er sealed. Sko ég er að reyna að hreyfa þetta, já, hérna, þetta er sealed þannig ég er ekki fyrir að opna þetta. Ef þú vinnur Gjafaleikinn þá er þetta all yours. Og ef þetta verður ekki í því þá veistu hvað gerðist. Þá var ein sem tók þetta en ég veit ekkert hver. En já, við verðum eiginlega að hittast sko á mánudaginn og taka upp þegar ég dregur Gjafaleiknum og ég ætla að reyna að bæta því við. Alright, en við ætlum að ræða New York í þætti dagsins. Og kannski aðeins fara að slá alveg réttari strengi. Búið að vera svolítið... Ég er bara svona, heavy. ég verð bara reið því ég tala um þetta. Þú veist, ég er komin Já. hérna bara með lappina mínar og byrjar að svona tappa svolítið hratt á jörðina og ég er farin að hrista lærin og þú veist, búin að taka úr mig klemmuna og svona, þú veist, af því að ég bara því ég tala um svona afbrotamenn, sérstaklega kynferðisafbrotamenn, ég er bara I'm going to war, sko. Mhm. Þannig já, Já, tölum í New York og allt það góða við New York. já. Ég veit ekki alveg hvað mér langar að byrja. Ef að byrja að tala um hverfin, ef að byrja að tala um the boroughs. Sko, Af því að ég taka bara svona crash course um New York fyrir þá sem vita ekkert um New York. Eða, já, en ég ætla líka að segja, ég er ekki að fara að segja neitt mikið, nema kannski bara frá minni upplifun. já, þú hefur komið til New York alveg þó nokkur sinnum. Já, sko, áður en að þú fluttir, þá var ég búin að fara til New York, held ég, sko, 12 sinnum eða. Já, og kannski fyrir þá sem ekki vita þá erum við svolítið mikli kanar ef að það mamma og pabbi stundu nám í Suður Karolínu og pabbi þar á undan fór í hæskóli í Pennsylvania eins og ég gerði síðan rættum aðeins í síðasta þætti og síðan hefur við bara verið duglegar að fara til Bandaríkjanna. Ég held að ég hef verið, þú veist, nokkra mánaða þegar ég fór fyrst. Ég náttúrulega var búin til í Bandaríkjunum, Made in America, en fóru til Íslands til að eignast mig. Það hefði nú verið mjög auðvelt hefði ég verið með bandaríska ríkisborgararétt, en takk fyrir það, mamma og pabbi. Nei, djók. Þau útskrifuðust, held ég, vorið og flytja heim og eignast mig í júlí. Og já, hvað? Bara farnar út í eitthvað voða. Og síðan 20 og eitthvað árum seinna þá flytti ég til New York og við ætlum að ræða New York. Já, ég hef alltaf sagt að því þú ert að tala um að við séum kanar. Mér finnst íslenska fjölskyldur skiptast í svona nokkra hópa, kannski þú veist 3 hópa og það er einn hópurinn er, þú veist, hópurinn sem fer alltaf til, þú veist, Frakklands eða Ítalíu eða Spánar eða eitthvað svona til svona landa. Eða Norðurlandana. Eða Norðurlandana. Já. Ok,
en það er ekki partur í það sem ég var að segja. Ég er ekki með Norðurlöndin inni á mér, ég er með hópur 1, það eru fjölskyldunar sem fara til Frakklands, Ítalíu, Spánar, bla bla bla. Og þegar ég segi Spánar þá er ég ekki að tala þú veist, Tenni. Af því að það er flokkur fyrir sig. Það er flokkur 2. Það er fólki sem fer til Tenni og fer í fjölskylduferð til Tenni og fer bara að halda jólin á Tenni og allt þetta. Og svo er flokkur 3 og þar eru við förum til Ameríku. Við förum til, þú veist, Orlando í Ventura og erum þar í, þú veist, 3-4 vikur eins og við gerðum svo oft þegar við vorum yngri. Eða við förum til Bandaríkjanna í, þú veist, við eigum alltaf fjölskyldu sem býr í Bandaríkjanum og við höfum farið til Bandaríkjanna yfir jól og áramót og allt þetta. En þú veist, aftur á móti höfum við aldrei farið til Tenni sem fjölskylda, sem er náttúrulega bara ekki algengt á Íslandi, þú veist. Og við höfum aldrei farið í fjölskylduferð til Ítalíu eða Frakklands eða Spánar. Höfum við farið til Spánar saman sem fjölskylda? Já, Mallorca. Já, ok, það var eitthvað þegar ég var lítil. Ég var 8 ára, þú varst 4 ára held ég. Já, það er að vera lítill. Já, Ég man ekkert eftir því. En við vorum líka til Krít. Já, ég man heldur ekki eftir því. En það er svona eina sem við höfum farið, þú veist, annars fyrir utan það höfum við bara farið til Bandaríkjanna nema við sem að keppa í körfubolta og farið til Evrópu. Já, og það er ekki að fara á einhverja voða framandi staði í Evrópu, það er bara að fara til, þú veist, ég er farið til Bosníu og Herzegovinu og Rúmeníu og svona þannig, skilur. Og Ísrael. Ef ég er að hugsa svona frí, þú veist, ég fór til Berlínar með mamma og pappa á körfuboltamót. Það var svona, þú veist, eina ferð sem ég var ekki að spila. Síðan hef ég farið til London og tónleika og mér fannst London ekkert spes. En mér fannst Berlín alveg cute. En ég er að reyna að hugsa, svo hef ég ekkert farið inn en aðra ferðir eitthvað svona. Nefna til Bandaríkjanna, eitthvað að skemmta mér. Ég er alltaf í flugvél, þannig að ég hef farið á alla staði og fleiri. En já, tölum New York. Já, hún skiptist í 5 parta og það er Manhattan, Bronx, Queens, Staten Island og Brooklyn. Og þetta er svona 5 kalla boroughs. Ég veit ekki hvað var í góð íslensk. Var það ekki útkverfi? Nei. Og kalla Manhattan ekki útkverfi, skilur við? Nei, sjáðu, ég er bara á að tala ensku. Hverfi er, þú veist, suburban. Ég myndi segja borgarhlutar, þú veist, þetta er 5 borgarhlutar. Það er alltaf gert grín á Staten Island af því að það er, úst, eyja útfyrir, en annars eru hinir 4 borgarhlutanir mjög svona aðgengilegir frá hverjum öðrum, þannig lagað. Síðan er náttúrulega bara líf æðborgarinnar er lestakerfið og þú getur alveg farið frá endanum á Bronx lengst uppi alla leiðina niður á Manhattan á tána og þú veist skipt þar yfir og farið lengst út í Queens eða lengst út í Brooklyn eða hvernig sem það er. En við bjöggum sem sagt svona réttur ofan miðjana á Manhattan fyrir ofan Central Park. Gunnar var þar í skóla, Columbia University, Ivy League. Fyrir þá sem horfa á Gossip Girl þá var skólinn sem að þeir vildu komast í. Já, sem er alveg við Upper West Side. Strákarnir voru, eða krakkarnir voru alltaf í skóla á Upper West Side. Það er svona drauma hverfið mitt með fjölskyldu, en líka Chelsea hverfið er í miklu uppáldi á mér. Já, ég held að eftir að hafa búið á Manhattan að þá myndi ég örugglega alltaf vilja búa á Manhattan, en samt alveg ógeðslega cute staðir í Brooklyn og á öðrum stöðum líka sko, þannig að já, mér dreymir alveg að flytja aftur til New York, ef við kynum það alveg. Og þú sagði við mig bara í vikun eða ekki, þú myndir alveg gútara að við myndum flytja aftur þangað. Já, þú veist, ef þið væruð eitthvað að hugsa ykkur hvort þið ættu að flytja eitthvað staðar annars þar í Bandaríkjunum, ég myndi ekkert vera reið eða myndi velja New York, skilur, og fresta því að koma til Íslands 2 ár út af því, skilur, af því að þau ekki langar að fara aftur til New York. En ég myndi ekki vilja að myndi bara flytja þangað til ævi loka. Nei, við Gunnar vorum að ræða með daginn, þú veist, hvað ef að við varum flutt heim og síðan, þú veist, þegar krakkarnir voru úrlingsaldri eða eitthvað, ef að þau var allt í einu öll á sama máli bara vilja flytja aftur til New York, við myndum örugglega bara pakka í tösku og flytja, sko, bara finna út úr því. Já, ég meina, get ekki strákarnir bara að feta í fótspor pappa síns og farið í Kolumbía og svona? Jú, kannski. Akkur veist þú eitthvað svona? Ég, þú veist, á ég að setja myndaðalina yfir í stofuna og hvernig þeir ná að rústa stofunni á mér bara í morgun, þú veist, ég bara get ekki séð hvernig
þessi abakettir myndi Þeir eru krakkar núna, Lovísa, ég veit það, ég er bara að útskýra svipin sem kom á mér út af það var bara hugsunin sem poppaði í hausinn á mér já, ég var eitthvað búin að hugsa að svona stilla upp kannski svona hvað ég myndi gera ef ég hefði helgaferð eða ef ég væri að plana helgaferð til New York Já, og gerðu þú náttúrulega getur hjálpað með þetta ég myndi sko, ég ætla að segja svona 3 daga það er ekki endilega að stilla þessu upp í eitthvað dagar 1, 2 og 3 en það væri hægt að púsla þessu eftir því hvar fólk væri að gista og svona og ekki spyrja mig hvar þið að gista af því að ég þoli ekki þegar fólk spyrja eitthvað hvað hóteli mælur með ég hef bara gist á einu hóteli í New York og það er Crew hótelið sem er mjög dýrt Hilton hótel nálægt Central Park skilurðu, annars bjó ég þarna þannig að ég hef ekkert eitthvað reynslu af hótelum þarna þannig að ég getur rauninni bara sagt hvað svæði ég myndi gista á og ég myndi aldrei gista nálægt Times Square allavega segjum að þú sért að lenda með Icelandair og sért tiltölulega nálægt Central Park eða nálægt Times Square þá myndi ég harka af mér og fara á Times Square að kvöldi til fyrsta kvöldi þá er það bara búið þeir eru búin að sjá Times Square að næturlagið búin að fá okkur McDonald's til þess að halda ykkur aðeins vakandi eftir flugið og farið síðan að krassa fara að sofa mitt rekk, númer 1 númer 2 það væri að eyða deginum í Brooklyn taka lestina eða ferjuna það eru mjög ódýrar ferjur á milli sem er ógeðslega gaman að kostar $3.50 bara sama og Subwayn og sjá Manhattan Skyline niðri á tonni neðist niðri Manhattan og taka ferjuna annarkvort yfir til Brooklyn og eyða deginum þar það er ógeðslega sætt matvöll sem heitir Time Out Market með ógeðslega fínu þaki, þetta fara þar, taka myndir labba niður og taka myndir hjá Dumbo ég held að heiti Washington Street Dumbo myndirnar sem að allir með Manhattan Bridge í bakgrunni mjög svona, þið veitur örugglega hvað ég er að tala um ef þið hafið séð myndir frá New York en þetta er það sem að Óléttu tilkynningi þín var postuð það Jep, og síðan er oft svona markaðir þar, ég veit ekki hvort það sé á sunnudöfum, ég man ekki alveg, sunnudöfum og 50 dögum eða eitthvað en já, verja smá tíma í Brooklyn síðan er hægt að labba yfir Brooklyn brúna og mér finnst ekki vera þessi virði kannski að eyða heilum degi í Brooklyn þannig að ef eitthvað langar að labba yfir Brooklyn brúna í sólsetrinu þá myndi ég kannski bæta einhverju við neðst á daginn gera eitthvað sætt morgunin á Manhattan og síðan gera þetta miðjandag þannig að það var hægt að labba yfir Brooklyn brúna til Manhattan að næturlagi alright, og síðan ef þið eru eitthvað að fara á jammið þá er alls konar náttúrulega rooftop bars og svona eitt sem að vera kannski hentugur fyrir þennan dag væri bar sem heitir Mr. Purple sem er annað neðst á Manhattan og ég reyna að hugsa, ég held að hann sé svona tiltölulega nálægt allavega bara þið eru komin í svona 20.000 skref þeir eru komin yfir Brooklyn brúna þið eru að fara að labba ógeðslega mikið og það bara að harka af sér og vera í góðum skóm er það ekki alveg? Jú, algjörlega en síðan dagur 2 þá myndi ég segja að taka svona Central Park góðan Central Park dag og enda á Fifth Avenue og ef þið vilja eitthvað shoppa að þá er þetta gera það svona kvöldið en ég mæli ógeðslega mikið með að leigja hjól og hjóla í gegnum garðinn pakka nesti af því að það er ekkert að kaupa sér neitt inn í garðinum og það er ekki mjög fljótt gert að hoppa út úr garðinum og aftur inn í hann þannig pakka í tösku, vera með bakpoka með sér og kannski teppi og hjóla góðan hring í kringu garðinn og mjög sniðugt að leigja bara af þeim sem eru í hornin á garðinum og fá lása með, það er hægt að gera það held ég hef allan að fengi lás með og þá er hægt að stoppa í piknik og svona Elva er sofnuð. Nei, mér langar svo mikið út þegar þú tala um þetta Já, mér langar ógeðslega mikið til New York Ég var bara að taka andköf ég trú ekki að ég sé ekki að fara til New York en ef þið eru að plana á Maps þá svona þar sem að mér finnst skemmtilegast að sjá og sýna fólki í garðinum er Bethesda Terrace og Bethesda Fountain og það er mjög kósí svona yfir sumartímann sitja þar, taka inn víbrurnar, labba aðeins gegnum skóginn
og síðan líka bara síðist í garðinum allir þessir steinar og þar sem hægt að taka næsmyndir og já, ég fekk skilaboð daginn frá einni sem var að leita ákveðnum stein í garðinum sem vildi taka mynd og sendi á mig, veistu hvað þetta er? Og ég bara, japp, þetta var bara einhver steinn og ég bara sendi henni hnitin, ég var ógeðslega stolt af mér, ég bara, japp, ég veit nákvæmlega hvað þessi steinn er. En er eitthvað fleira, það er náttúrulega hægt að fara á Met eða Museum of Natural History, það er sikkur megin við garðinn, þannig er hægt að plana það og já, Met er, Met Gala safnið og stiginn þar, skilurðu, og líka ef þið nenni ekki að pakka nesti þá er hægt að fara með pening og kaupa, það er alls konar svona standard þar, bæði halal og pulsur og svona, og ekkert vera hræddu að kaupa mat og svoleiðis, það er mjög gott. Og svo er náttúrulega Upper West og Upper East sikkur megin við, þannig að ef að ykkur langar að skoða Upper West og Upper East þá mæli ég með að gera það í kringum svona 72nd Street og Upper West megin er Levan Cookies sem er miklu betra en Crumble, svona alvöru svona, já, cookies, svona smákökur og já, mælum með að skoða það er svona mjög New York, mjög mikið New York. Er ég að gleyma einhverju? Svona upp frá. Ertu á degi 1 eða 2? Ertu alveg bara búin að gleyma því öllu? Ertu bara að tala hvað er næst? Nei, þetta getur allt verið inni, ég bara gefa hugmyndir, skilur, hvort að fólk vilji fara upp á East eða upp á West, skilur, ef það er eitthvað svona forgangsatriði hjá fólki þá er hægt að gera það í kringum garðinn. En annars væri hægt að fara bara að labba niður Fifth Avenue frá þessu og þar eru náttúrulega bara svona allar svona fínustu verslanirnar en síðan er líka, Zara og Aritzia og hvað meira er H&M, nei, ég man ekki, All Saints, Alo núna, Lululemon, allt þetta. En dagur 3 að þú ert að tala með þetta sem Icelandair stop basically, þá finnst mér eins og á laugardags, nei, samt ekki að því að þú ert að tala um að labba við Brooklyn Bridge, ég er bara að segja eitthvað annað, bless, alltaf fram að tala. Hvað ertu að tala um, eitthvað djam með það? Nei, ég er bara að tala um að ég í viewpointið One Vanderbilt Summit One Vanderbilt. Já, það er náttúrulega bara sér partur út af fyrir sig, sko. Það var náttúrulega hægt að byrja á því ef fólk vil fara, að því ég held að sé hægt að fara í sólar upprás líku við, sko, þar, það var hægt að gera það hann í byrjun dags með Brooklyn-brúna, en ég ætla bara að segja núna að ég ætla að koma með kraftröðun á þessum, af því að ég hef farið upp í Top of the Rock, ég hef farið upp í Summit One Vanderbilt og ég hef farið upp í Empire, ég hef ekki farið upp í World Trade Center útsýnisdæmið, þannig ég ætla að setja það í 4. sæti af því að mér fannst það aldrei svona þess virði. Eina sem mér fannst aðkallandi við það er að nú er ég að tala ég man ekki hvað heitir World Trade Tower eða eitthvað, ég man ekki en hann er alveg lengst niður á Manhattan, þannig að þeir eru mjög langt frá öllu sem að telst svona high-rise í Midtown, þannig að það er svolítið langt frá, sko, ég sjá betur yfir til Brooklyn og yfir til Staten Island og svoleiðis þar. Eina sem ég finnst cool við það er að í lyftunni skilst mér að þá sérðu borgina byggjast upp, svona tímalínuna. Það var eina sem að mér langaði í rauninni að sjá þar, þannig að sérðu frá 1800 og eitthvað, hvernig borginar byggjast upp svona sögulega séð. Ok, þá er það búið. Í 3. sæti set ég Empire State. Kannski kemur þetta fólki óvart, en mín ástæða er, þetta er mjög gömul bygging, þetta er ekki spes bið og ekki spes að vera í röð þarna og þegar þú ert komin upp þá sérðu ekki Empire State sem er náttúrulega the icon of New York, þannig að þú ert ekki að fara að taka mynd af Empire State sem að mér finnst galli. Númer 2 ætla ég að setja mér finnst þetta mjög erfitt, sko. Top of the Rock og Summit One Vanderbilt finnst mér bæði vera mjög næs. Ef þú vilt svona betri myndir úti og betra útsýni úti þá segi ég Top of the Rock. Ef að þú vilt meiri upplifun og svona meira fyrir peningin sem er svona skemmtilegt og svona meira aesthetic þá segi ég Summit One, af því að þú veist það er alls konar svona rými og svona þessi speglasalur og svona mjög flott, en
svona, getur tapað á því að myndirnar eru allar teknar inni, þú ert alltaf gluggja milli eiginlega, en sem er líka náttúrulega í Top of the Rock, en þú ert náttúrulega þú ert meira úti þar, þannig að það er svona munurinn. Hefur þú farið upp í Ég hef náttúrulega farið Empire State, en það var svona meira þegar ég var krakki og unglingur, en ég fór hana, ég farið einu sinni í Summit og mér fannst það geðveikt. Já, það er Þú veist, af því þetta er svona low-key líka, svona smá lista, en samt, þetta er samt svo lítið, skilur, þetta er ekki eitthvað svona The Met eða eitthvað þannig, skilur, þetta er meira bara eitthvað svona interaktiv svona salur, skilur, og við fórum salir, náttúrulega. Já, salir, þetta er, þú veist, þú ferð upp hæð, skilur, ég held að þetta séu 3 salir eða eitthvað, og þeir eru svona mis áhugaverðir eða mis skemmtilegir eða eitthvað, eða merkilegir eða eitthvað, en mér finnst líka þægilegt ég veit endur ekki hvernig það er með hitt öll hinn dæmin, skilur, en við fórum og keyptum okkur miða í þetta og það var bara svona, já, þið eigið slott klukkan 5 eða eitthvað, og þá, þú veist, þurftum við ekki að bíða inn í röð, skilur, þú veist, við keyptum bara slott klukkan 5 og þá vissum við alltaf af því allan daginn og vorum að gera eitthvað og svo bara klukkan, þú veist, 4 og byrjuðum bara að vinna okkur í áttina að Summit og komum svo á svæðið og þurftum ekki að bíða, bara fórum strax á stað. Líka ekki mæta fyrr. Nei, já, en við fórum bara strax á stað og lyftan þar er líka ógeðslega töff, þú veist, það er svona ljósin í lyftunni og eitthvað og hún fer sko ógeðslega hratt upp og það er alveg svona, þetta er alveg merkilegt og ég náttúrulega, eyrnabarnið ég fekk alveg smá svona í eyrun Ó nei, út af þrýstingnum og þú veist, öllu því, nema hvað, við komum hana þegar það er svona alveg að koma sólsetur, þannig að við náum eiginlega svona birtunni ágætlega, en tókum eiginlega engar myndir fyrir að vara orðið dimmt, af því að mér finnst alveg, þú veist, besti tíminn til að vera hana er þegar þú nærð sólsetrinu, skilurðu, ef það er sólsetur, þú veist, en nærð allan að birtunni, nærð að sjá þetta í báðu, þú veist, bæði í birtunni og í myrkrinu, af því að þú veist, þetta er svo flott í báðu, skilurðu, og mér finnst staðsetningin líka svo flott, af því að eiginlega bara svona, þegar þú ert þarna uppi og ert í speglasalnum, þetta er náttúrulega bara gluggar og ég er náttúrulega alveg loftrætt líka, þannig ég átti alveg smá erfitt með að vera þarna uppi þessa glugga, ég fekk alveg bara svona óþægilega tilfinningu, en það sem ég finnst svo geggjað er að Empire State er svo nálagt. já. Þú veist, þú ert bara þarna og þú ert bara að horfa á toppinn á Empire State bara í, þú veist, þetta er bara í augnhæð og mér finnst það geggjað og þú veist, ef að fólk vil sjá þá er ég alveg með sér Instagram post alveg að auglýsa Instagram sitt en ég bara að segja, þú veist, ég er sko, ég elska þessar myndir svo mikið í dag ennþá, þú veist, það tengir allir við það að vera eitthvað svona eitthvað tíma að degi vera eitthvað myndum og posta á Instagram og vera síðan bara eitthvað 2-3 árum setna og bara eitthvað, wow, I really thought I ate, skilurðu, en þetta voru bara hræðilega myndir. En ég er ennþá, bara ég elska myndirnar sem að ég posta, ég skoða þess ennþá bara í kameról. Af því þetta er bara svo flott. Já, svo líka, þetta er náttúrulega ennþá nær Chrysler byggingunni sem er uppáhaldsbyggingi mín í New York. En á ég að segja dag númer 3. Já, sagði dag númer 3. Sko, ég ætla að setja 11. september minnisvarðan svona on the back burner af því að ég hef síðan svo oft, gæti verið það. Það er ógeðslega flott að sjá þetta og þú veist, ótrúlega fallegt og mjög svona, já, ég veit bara ekki alveg hvernig ég var að lýsa því, bara svona mjög fallegur minnisvarði. Svæðið í kring finnst mér ekkert spes. Það væri líka hægt að gera þetta áður en að þið færið út til Brooklyn, því að þetta er svolítið á því svæði, þú veist, ef þið myndu taka ferjuna, þá væri hægt að byrja á þessu morguninn og fara síðan yfir til Brooklyn á degi 1. Dagur númer 3 myndi ég segja fara niður í Chelsea. Það er hann að því að allir Íslendingar elskar Starbucks, langar ekkert að auglýsa það, en það er svona Starbucks svona roastery eða hvað kallað. Það var hægt að byrja þar í morgumat, ég segi þetta bara að þetta er hann hliðin á, og síðan að skoða, þú veist, Greenwich eða skoða Chelsea hverfið, það er alls konar gallerí, þú veist, gera það kannski 1,5 tíma eitthvað svoleiðis, fara síðan í Chelsea Market, ég myndi fara í Little Island, skoða það ef þið eru að byrja alveg morguninn, en það er hægt að ræða þessu upp á sekund hátt. Byrja að fara út á Little Island sem var opnaði 2021 ef við vorum nýflutt út, bara mjög cool. Ég veit ekki, þú hefur komið þangað, hefur eitthvað um það að segja? Little Island? Já.
þetta er bara eitthvað svona, þetta er svona fyndin upplifun, skilur, manni líður ekkert eins og maður sé, þú veist, mér líður eins og ég sé okkur svona sett í avatarmyndi eða eitthvað. Já, Þú veist, þetta er eitthvað svo ekki skrítin á neikvæðan hátt, heldur bara, þetta er alveg smá svona, bara það fékk einhver að gera þetta bara. já, Bara já, geggja. það er ótrúlega fallegt hérna view, Mjög gott útsýni. já, útsýni. Já, hægt að labba, þú veist, alla leiðina upp, svolítið hátt upp og flott útsýni niður tangan til suðurs og bara, já, bara sjúklega næs. Síðan er Chelsea Market alveg þarna við og þar er Los Tacos número uno. Mæli með að fá sér adobada quesadilla pollo, tjók. Bara fá sér hérna tacos þar og það er bara allt ógeðslega gott. Ég er ekki ennþá búin að finna neitt sem er betur en það hér en ég ætla ekki að fara að grenja núna. Síðan bara meðan ég er að tala um mat að þá er mest að prjóða Joe's Pizza og það er út um allt svona neðar á Manhattan bæði á Times Square og neðar þannig að þið komið því að einhver staðar. Síðan er alls konar góðar beiglur út um allt. Mínar uppáhaldsbeiglur eru náttúrulega uppi þar sem ég bjó en þeir eru væntanlega ekki að fara til Harlem að fá okkur. En það eru þú veist Pop-Up Bagels, Liberty Bagels, allt þetta. Síðan er bara skoða Chelsea Market, þetta er það er gömul keksverksmiðja sem að til dæmis Oreo var fundið upp eða búið til, uppskutinu Oreo og er búið að svona endurgera sem svona mathöll, skástrik, svona bara verslunarhöll og ógeðslega flottur svona, hvað maður kallar þetta, svona flóamarkaður svona í endanum sem er nær Little Island, þannig ef þið komið inn þaðan þá er svona sætur flóamarkaður það sem að þú hefur alveg verslað á, er það ekki? Alveg bótið. Og síðan er þú veist aðrar sætabúðir eins og Anthro og alls konar og það er líka góð pizza þar sem heitir, ég held að pizzastæðan heitir Filago, ég man ekki alveg nákvæmlega hvað heitir en fínar pizzur þar og síðan er líka kleinuringistæður sem að ég byrjaði að elska og ég man ekki nákvæmlega hvað hann heitir en ef ykkur vantar eitthvað svona sweet treat þá er svona litli kleinuringir svona svipað á hana Dawn's Donuts. Já. Leiði ég þeirra að smakka þetta einhvern tímann eða fórum við einhvern tímann. Leiði þér að smakka þetta? Nei, þú bannaði mér það, þannig ég hendi þeim. Nei, ég man ekki eftir því. Krakkarnir elskuðu þetta því að var þetta að fara þú veist og velja svona í rauninni svona sykur á og svona hrista sinni póka og fegst bara svona glænýja kleinuringi með ógeðslega góðu svona á. En eftir það þá lappið þið sérst upp nokkrar hæðir úti, smá vesen að finna stigana en bara spyrjiði fólk af því að ekki vera feimin að reyna að finna New Yorkers og spyrja til vegar af því að New Yorkers are kind, not nice. Þannig þú veist, ef þú rekst utan í einhvern þá ertu í vondumálum en ef þú spyrðir einhvern fallega þú veist hjálp að þá hjálpa þér langflestir. Allavega var það mín upplifun á svona þá sem ég sá. En þú þarft að finna stiga upp í Highline sem er þarna fyrir ofan og Highline eru gamli lestateinar sem að voru síðan endurgerðir að svona bara svona göngustíg fyrir ofan borgina sem að er með alls konar skúlptúrum og listaverkum á sem að breytist ég held að breytist bara örugglega 2 og 3 á hverju ári sko. Við allavega fórum ekki oft og sáum alltaf sama, þú veist, eiginlega bara aldrei, þú veist, það var alltaf eitthvað nýtt að sjá og eitthvað bara geggja útsýni náttúrulega, hægt að sitja, þú veist, yfir götunum og horfa upp bara svona iconic götur í borginni og þið lappið sem sagt í norður og þá endiði í Hudson Yards sem er líka svona mall og ef þið þurfið að versla, ég mæli aldrei með því að fara í verslunarferð til New York en ég get alveg ímyndað mér að þeir sem eru að koma frá Íslandi vilja kíkja einhverja búðir og þetta er svona eina mollið í New York þannig að þarna finnur H&M, Uniqlo, Zara, Ballo, Lululemon og bara svipað og áfið það við nú sko manstu eitthvað annað, er ég að gleyma einhverju? Mér fann ég dýrka, en þú veist það er kannski smá erfitt fyrir helgaferð en Governor's Island. Já, ég var bara að meina í Hudson Yards. Ó, jæja, ok. En Shake Shack er þar
mæli með Shake Shack fyrir þá sem er ekki prufað og ef þið hafa prufað þá vitið af hverju ég er að mæla með því. Síðan vill ég bara svona kannski enda þetta á að segja að ekki bóka ykkur til New York í viku. Mér finnst vika vera of mikið fyrir frí í New York, þið verður bara allt of þreytt. Ég myndi segja svona 5 dagar er alveg max. Hvað segir þú? Ég veit það ekki, þú veist, ég er náttúrulega fór einu sinni í 4-5 vikur, sko, en það var Já, náttúrulega... varst í frýri gistingu og hérna bara skilurðu, ég er að tala um fólk sem er að fara og þekkir ekki neitt og er að fara skilurðu og eyða morðfjári gistingu og svona. Já, þá er 5 dagar alveg... Þú þarft ekki meira það. Ég myndi alveg vilja viku samt, sko, og það er svo margt, þú veist, ok, það er líka bara þegar við höfum, eða ekki við, þú náttúrulega bjóst þarna, en ég hef farið það oft, að það er líka svo fullt af einhverjum svona stöðum sem ég bara svona, já, ég verð að gera þetta, blá, blá. Ég hef ennþá ekki farið á neitt stað í heiminum og takið inn í myndina, ég hef farið eiginlega út um allt, sko. Ég hef ekki farið á neitt stað sem er með jafn góðar þriftbúðir og eru sko ekki eru að selja, þú veist, ég fór alltaf í Goodwill og ég var búin að mappa út af því að í þessi skipti, þú veist, allan í sérstaklega í þessari heimsókn sem ég var, því ég kom eintíðin og var svona lengi í marga vikur, þá var ég bara með markmið, ég ætlaði bara að fara í allar Goodwill búðirnar í New York, bara sama hvar. Þú veist, ég fór í Goodwill í, þú veist, það eru nokkrar náttúrulega á Manhattan og svo eru einhverjir í Brooklyn og svo eru einhver, þú veist, hér og þar og ég fór í þar allar, ég held að þær voru allan að þegar ég var fyrir, hvað var þetta, 3 ár síðan þetta var, þá voru held ég 6 eða 7 6? Ég var að bíða eftir þessu, en allan að Ég fatt það. Já, það voru, nokkrar Goodwill búðir og ég fór í þar allar og ég eyddi andjók svona 2-3 klukkutímum inn í hverja einni búð, nema En það er líka hægt þegar maður er í 5 eða 6 vikur, sko. Já, ég veit það, en þess vegna er ég að segja að ég myndi örugglega vilja fara í viku út af því að mér langar að gera það aftur, skilurðu. Þú veist, ég hef aldrei þriftað jafn mikið af flottum fötum á jafn litlu verði. En svo er líka hægt að fara, þú veist, ef hún nennir því ekki, ef hún nennir ekki að vera grams í Goodwill, þá eru, þú veist, Beacon's Closet, það er í Soho, hvað heitir það, Lost Twin eða eitthvað, ég man ekki. En þú veist, það er náttúrulega hægt að finna allt þetta á TikTok. Þú veist, þið þurfið ekki að vera eitthvað grams í Goodwill, en þú veist, klárlega ógeðslega góður staður til þess að fara að kaupa sér eitthvað í þrift. En ef ég myndi frekar vilja spara tíma og fara frekar í þessar curated búðir og kaupa eitthvað næst þar, skilurðu, og eyða þá frekar meiri pening og spara tíma að vera ekki að gramsa í öllum Goodwill búðunum. Af því að það er líka svona prime time til þess að fara í þær. Þú veist, ég man ekki hvort það er mánudagur eða miðvikudagur, þar sem að, þú veist, þá taka þið nýtt upp úr kassanum, þannig að, þú veist, þá er það að taka upp frá, kellingunum og úr dánabúðunum og allt þetta, skilurðu, þannig að þú kannski græðir ekkert á því að fara föstudag til sunnudags að fara í Goodwill, skilurðu, af því að þá er bara búið að taka allt góða stöffi, skilurðu. Já, en ég man að ég fór í Goodwill, held ég, það var allavega ein Goodwill í Upper East Side, sem ég fór í og ég var bara í áfalli. Það var svo mikið að fínu dóti hana á og þú veist, þar er þetta allt svona, þú veist, alla buxur á $5, allir jakkar á $7 eða eitthvað þannig, þú veist, það sem þetta er alvörun þrift, ekki eitthvað svona vintage þú veist hvað ég segja, vintage svona curated dæmi. Já. Það sem er bara eitthvað einn liður ekki á þú 16 kall, þú veist. Mér finnst Goodwill vera alveg svona alvöru second hand þriftbúðir, þú veist, ég á ennþá ógeðslega fínan gallajakka sem ég bara tími ekki, þú veist, ég nota hann ekki það mikið í dag, sko, en ég tími ekki að selja hann, af því þetta er bara svona flík sem ég keypti í New York þriftinu mínu því ég var, og Lululemon jakka sem ég keypti, þú veist, á $5 eða eitthvað, áður en ég klári þetta, þá fannst mér Goodwill búðirnar allar mjög fínar, þú veist, þær voru ekki eitthvað svona, þú veist, að gramsa neitt, skilur, það var bara all litakóðað, það var allt bara svona, ok, hérna eru buxur og hérna eru svarta buxur, hérna eru hvíta buxur, hérna eru litaða buxur, þú veist, þetta var allt mjög skipulagt, þú veist, þetta var ekki eins og að mæta í Forever 21 búð, þar sem þú þarf bara að þefa uppi eitthvað, ekki að ég sé ennþá í Forever 21, en mér finnst svona Forever 21 vera svona umtalað hvað það var alltaf bara svona allt út um allt, skilurðu. Já. Þú veist, þetta er ekki eins og svona kílómarkaður þar sem þú ert bara að leita af fötum í fötum eða eitthvað svona þannig. Var allan ekki þannig? Nei, já, var allan ekki þannig. Árið 2022
þegar ég var hana. Já, ég hef samt alveg séð eitthvað svona vera að gagnrýna að það sé búið að vera hækkaverðin í Goodwill og eitthvað svona, þannig að við kannski þarf ekki alveg að fara með þetta. Já, ok. Kannski ég ætti bara að gera, ég er alltaf búin að vera að draga lappirnar á alveg ógeðslega, ég er með svo mikið af svona maps á, þú veist, þess að ég sendi eitthvað tíma á því, ég held ég sé með 18 til 25 þrift búðir inn á svona Google Maps, þú veist, möppu hjá mér og ég þarf eiginlega bara svona að gera eitthvað skjal sem að fólk getur bara keypt þetta af mér, bara öll þessi maps sem ég er með, ég er bara með alla rólóa í borginni ef að fólk er að fara með börn ég er bara með allt bara, þú veist, inn á þessu sem ég get bara sett linka í skjal og bara selta líka við, sko. Ef að fólk nennir ekki að standa í þessari rannsókn og vinna sjálft. Já, þú ert ekki með hana, ertu með þriftbúðina sem ég fór með Telmu í, sem að þú varst alveg áfallega að hef farið með Telmu í? Upp í Bronx. Og þú spurði mig ekki eins og ég hefði sagt við þig bara, viltu ekki, þú veist, vera að fara, en já. Þetta var alltaf, hún er alltaf hjá Yankee Stadium í Bronx. Hún var alveg fín, sko, eini gallin var að það mátti ekki máta fötin, þannig að þá var ég ekki fara að kaupa neitt, ég er ekki fara að þrifta. En þú getur samt eiginlega ekki ímyndað þér hvað er mikið af svoleiðis búðum hérna. Ég er búin að fara að sjá svo mikið af svona þriftbúðum hérna. Í alvöru? Já. Mér, sko, ég þriftaði þegar við vorum í LA síðustu jól, þá var ég að þrifta þar í Goodwill, þú veist, það var Goodwill svo nálægt húsinu sem við vorum í. Mér fannst hún ekki góð, sko. Nei, þú varst líka náttúrulega í New York á Upper East og eitthvað þar sem að, þú veist, blundukellingarnir að búa á, skilurðu. Já. Kannski ef við förum í, þú veist, Silicon Valley eða bara eitthvað hliðin á Facebook, þá kannski getum við fundið eitthvað. Já. En já, ég, hérna, það er bara eitthvað við New York. Þetta er svona, það er eiginlega ekki, þú veist, ég veit að þú er náttúrulega búin að búa hana og ég hef ekki búið hana en ég hef komið það oft og verið það lengi hana að ég bara svona, ég veit ekki, þú veist, ég bara, mér langar að búa hana, skilurðu. Að gera hvað, veit ég ekki. Langar mig að búa í Bandaríkjunum? Nei, ég vildi óska þess að verða að taka New York úr Bandaríkjunum af því mér langar að búa þar en ekki í Bandaríkjunum. Hérna, oh my god, hvað var ég að fara að segja? Já, ég ætla að segja, þegar ég var Ég verð bara leið að tala um þetta, sko. Já, þegar ég var í New York, hana, ekki síðast, óður en allana, þegar ég kom til þín hana í einhverja nokkra vikur í... Með Telmu? Nei, ekki með Telmu, þegar ég kom ein. Þegar ég var... Þetta var ekkert manni svona, þetta var í júlí, ágúst 2002. Eftir það, þá bara tók ég lífið mitt í nefið. Er það þengað? Tókstu lífið þitt í nefið? Í nösina eða eitthvað svona, er það ekki eitthvað? Segir maður ekki eitthvað svona, er þetta ekki eitthvað orðað til dagi? Ég skil ekki alveg hvað þetta meina, þetta er skrítið. Ég bara breytti öllu. Þú veist, ég var bara svo inspired. Það er bara eitthvað svona, það er eitthvað í loftinu í New York og ég var þarna, þú veist, ég hef alltaf þegar ég farið til New York þá hef ég alltaf verið í, þú veist, þetta var helgaferð eða ég var að stoppa þarna í eina nótt áður en ég fór síðan til Philadelphia, þú veist, í hana körfuboltabúðirnar eða eitthvað svona, maður var alltaf þarna og þegar maður var þarna þá var maður að drífa sig að gera allt, skilur sem mann er langað að gera, þannig að maður var ekki svona að njóta per se, skilur, þú veist, eitthvað svona að taka inn bara lífið í borginni, það er ógeðslega eitthvað klísé, en ég bara svona, þegar ég var þarna hjá þér, þá fór ég bara að gera svona dagstaglega hluti þarna, þar sem að, þú veist, maður var ekki að leyfa sér að gera þegar maður var þarna í nokkra daga. Og ég var, þú veist, bara að drepa tíman með því að, þú veist, ég veit ekki, fara í göngutúr í Central Park eða var að fara með ykkur á Róló eða við fórum og keyptum pítsu og fórum í Central Park og borðum hana þar og, þú veist, bara eitthvað svona þannig hlutir. Og, þú veist, maður er náttúrulega þar ógeðslega mikið af fólki þarna, bara sama hvert þú ferð, það er bara fólk. En bara samansapn af einhverju besta fólki í heimi, sorry. Já, ég er náttúrulega ekki að skjóta neitt á það, en þú veist, Nei, ég veit, ég maður bara, þú veist, þetta opnar svo ógeðslega mikið augun á manni fyrir bara svo að þegar maður býr á svo litla landi og það er að, þú veist, þegar ég var að núti, þá var ég bara svona, af hverju, þú veist, ég veit ekki, ég var bara svona geðveikt inspired að bara klæðast fötunum sem ég langar að klæðast í og vera máluð eins og mér langar að vera máluð og, þú veist, allt þetta, þú veist, að því ég bara svona, það var alls konar fólk hana og, þú veist, það var kannski einhver voða skvísa sem var, þú veist, bara eitthvað í rándýrum kjól og í einhverjum fínum hælum og ógeðslega fallega máluð og bara ógeðslega sæt og fín á því. Kristín allt í einu snúðuð. Nei, má ég tala?
ég bara að segja, það var kannski bara eitthvað svona stelpa á aldur við mig sem var bara ótrúlega fín og sæt, var bara eitthvað augljóslega, bara algjörgjala, sem var síðan, maður horfði á hana kannski bara svona labba fram hjá einhverjum, þú veist, heimilislausum manni og hún bara fór og settist hjá honum og var bara að spjalla við hann og eitthvað svona þannig, skilur, þú veist, þú myndir ekki sjá eitthvað skvísu Gellu Jóns labba niður í bæ á Laugaveginum og fara að tala við eitthvað sem situr á bekknum á Austurvelli eða eitthvað, fatturu, þú veist, það var bara eitthvað svona, ok, ég veit ekki, ég get ekki komið í orð hvernig mér leið að sjá alla og ég bara svona, það er til svo mikið af fólki í þessum heimi og það eru allir að lifa svona í einu lífi og þetta var svona algjört moment sem ég bara svona, við erum öll svo lítið sandkorn á þessum hnetti og það er En ógeðslega við erfitt. þurfum líka, sorry, má ég reyna að útskýra hvað þú ert svona að getting at? Ég veit ekki hvort þú ert að náðu því sem ég er getting at af því að, ok, halda áfram. Af því að það er ógeðslega erfitt að útskýra fyrir fólki sem hefur alltaf verið í bíl og alltaf verið, þú veist, í þú veist, svona lífstílnum sem að tíðkast eiginlega alls staðar annars staðar, en það gerir svo mikið fyrir geðheilsuna manns að vera að sjá fólk alls staðar og vera, þú veist, bara eiga svona micro samskipti, svona lítil samskipti alls staðar, bara svona, það eigur einhvern veginn traust manns á bara heiminum og mér finnst svona eins og sért smá að lýsa því bara svona að vera úti líka, þú veist, alltaf í kringum trén og alltaf í kringum annað fólk og þú veist, sérð hvað fólk er gott og sérð, þú veist að ná augsamandi við fólk af öllum sko gerðum og það er svo ruglað hvað, og ég er bara svona sorry, ég er bara Gísla Martina yfir mig, en bara heimurinn sem við erum bara að byggja upp í dag er bara að gera okkar meira þunglind og þú veist, ég er ekki eins og að tala um þú veist, tækin, ég er bara að tala um svona bíla og bara svona, þú veist, við þurfum svo miklu meira á hvoru öðru að halda heldur en við áttum okkur á og að flytja til borgar eins og New York og þú veist, vera alltaf að heilsa fólki og byrja að heilsa fólki á hverjum einasta degi og þú veist, ég hef sagt þetta áður en þú veist, eins og þegar ég var ófrísk þá þú veist, hérna þegar maður er að labba í rútuninu sinni þá byrja maður að heilsa fólki af því að þau eru að labba, kannski búa þau hinum megin og eru að fara með börnin sín í skóla, þú veist, nála þar ég bý en ég bý nála skólanum þeirra og eru að fara með börnin mín, þú veist, í hina áttuna, þannig að maður byrjar að kynnast fólki en samt ekki kynnast heldur er maður bara að segja hæ, þú veist, hverjum einasta morgni og það var svo fyndið þegar ég var ófrísk og fólk svona, þú veist, segir svona, þú veist, til hamingju og þú veist, ég veit ekki eins og hvað þetta fólk heitir og síðan, þú veist, ég man ekki hvort það var, þú veist, eitthvað svona vorfrí eða eitthvað, þú veist, hvort að skólinn hafi verið komin í frí og síðan rekst ég aftur á þau mitt sumar, ég er ekki ennþá búin að eiga hana og ég er náttúrulega eins og hvalur eins og ég verð þegar ég verð ófrísk og þau bara eitthvað mæti hjónunum aftur og ég veit ekki hvað þau heita og ég veit ekkert um þau nema bara ég segja hæ við á hverjum mótni og þau bara allt í einu koma bara knúsa mig bara guð, ertu ekki ennþá búin að eiga barnið og þau vorkendu mér svo en ég veit, þekki þau ekki neitt en mér finnst þetta bara svo gott dæmi bara svona, þú veist, ég treysti þeim þetta er svo skrítið og þú veist, það er ekki hægt að útskýra það fyrir einhvern sem býr á Íslandi skilur, bara ekki séns af því að þú veist, þú bara reyðir þig á fólkið í kringu þig, fjölskylduna eina þú veist, þú valla heilsa kannski konun í bakaríinu þegar þú fer í bakaríið, þú veist, einu sinni í viku eða eitthvað, en það er engin svona mikrosamskipti en einstaðar, þú veist, það er allt bara svona, þú veist, fólk sem vinnur með fjölskyldan og vinnir that's it, skilur Þetta var alveg ekki það sem ég var að fara að segja en góð punktur. Þú getur ekki verið svona, þú veist, við getum ekki verið podcast ef þú ætlar að vera alltaf bara svona skjóta niður, við erum bara að reyna að halda ykkur flæði. Já, róa sig. Já, þú veist, tala í 17 ringi, skilur. Lovísa Falsdóttir, hættu þessu. Ég er að segja þér að hætta þessu. Nei, ég var að tala og þú greipst það sem ég var að segja til þess að segja þennan punkt af því þú hélst þú var að skilja sem ég var að segja. Þannig að þegar þú varst búin að klára... Ég bara reyna að halda svo áfram því þú varst búin að tala í 4 ringi, skilur, og varst ekki að komast neitt með það. En reynda að komast með það sem þú ætlaðir ekki að segja. Hættu. Nei, byrja þú. Já, takk. Þú varst að tala yfir mig. Ég var að fara að segja að maður fattaði svo mikið þegar maður býr á svona litlu landi og maður sér þú veist hluti og ég sá þessar hluti hana sem að ég tók dæmi með áðan sem ég skil af hverju þú hélst að ég væri að fara að tala þú veist, samskipti og bara basically að vera partur af samfélagi. Mér finnst Ísland ekkert vera samfélag, þú veist, með þessa hluti að gera, skilurðu. En það sem ég var að fara að segja er svona, hérna upptökin að hvað öðrum finnst og maður er svo ótrúlega háður því hvað aðrir hafa, hvað ég segja, þú veist,
ef að einhverjum finnst eitthvað um mig þá frétti ég það, skilur, út af því það lítið land og borgin okkar það tiny, eða fattar þú veist, ég býr í Reykjavík og þú veist, það bara fréttist allt og allir þekki alla og allir hafa verið með öllum og bla bla, skilur, en þú veist, eftir að hafa verið í New York í svona langan tíma, þá var ég bara svona shit hvað það eru bara allir að lifa sínu einn lífi og öllum sama alla og það var enginn að segja neitt við neitt, skiluru, sem að var vitni af nema var kannski jákvætt, þú veist, manni var bara rósað fyrir að líta út eins og haugur út á götuleiku við, sko. Og þú veist, hérna á Íslandi þá bara svona, ég get ekki farið svona út í búð, skiluru, eða þá að, og þetta á við sko það að ég upplifi þetta þegar ég eins og haugur, þegar ég kannski bara illa sofin með bauga niður á, þú veist, hné og bara í náttidónum og þú veist, ég kannski bara svona, óguð, ég get ekki farið svona út í búð, en ég líka, ef ég kannski bara eitthvað ógeðslega fín á leiðinni í eitthvað ammæli og bara svona yfir mig dressuð, þá ég bara svona, guð, ég get ekki farið svona út í búð heldur, skilur, því ég bara allt of fín. Já. Mér finnst bara svona á Íslandi, allavega ég, og ég veit, ég hef talað það við fólki í kringum mig, og maður er bara eitthvað svo svona, maður fer bara í eitthvað viðhorfs ástand, þar sem að maður er ótrúlega mikið einhvern veginn bara svona óvart að reyna að gera öðrum til geðs með því að vera minna eins og maður vill, skiluru. Og ég var bara svona inspired eftir að hafa verið þarna úti að þegar maður sá sko alls konar fólk, sama hvar það var statt í lífinu sko fjárhagslega, þú veist, það voru allir að taka lestina, skiluru. Þú veist, af því að það er bara the way to get around, skiluru. En hérna á Íslandi, ef allir, þú veist, ég veit það ekki. Það myndi fréttast ef þú myndi verið í strætó. Já. Þú veist, af því að þegar það kom hann að þvílíkt snjó, hérna, daginn einhvern tíma núna í október, minni mig að nóvember, þú veist, bíllinn minn festist bara út á snjó og ég þurfti að vera að taka strætó og þú veist, ég var bara eitthvað svona, guð minn góður, hvað er langt síðan að ég fór í strætó, skilur, þú veist, og ég hef eiginlega bara aldrei ever eitthvað verið að fara í strætó og það er svona eins og að sé ykkur skömm yfir því að vera að fara í strætó af því að það er eitthvað svona fyrir þú veist, fyrir þennan hópa fólki eða eitthvað, skilur ég veit það ekki, þú veist, ég veit ekki alveg nákvæmlega hvernig ég get sett þetta í eitthvað orð eða eitthvað setningunum þegar sem ég er að reyna að lýsa annað en bara að ég upplegaði svo sterkt þegar ég var út í New York bara hvað maður á bara að hætta að pæla í öðrum eða áliti annara eða skoðunum annara, skilur, og þetta áalið við mig líka, skilur, en ég man bara að ég var stundum í þriftbúðunum í New York sem ég var bara svona, oh my god, mér finnst það ekki það flott, en ég myndi aldrei nota þetta á Íslandi, skilur, ekki út af því að þetta var kjóll og maður getur ekki verið í kjól á Íslandi út af veðrinu, eitthvað þannig, maður var bara eitthvað svona, þú veist, er fólk ekki að vera bara hvað er hún að reyna, eða eitthvað svona þannig, skilur. Já, ég myndi ekki þóra því, en ég myndi alveg þóra því í New York, skilur, af því að þar er ég bara ein af bara einhverjum milljónum, skilur, en á Íslandi er ég kannski 1 af 10. Bara svona þannig punktur, þú veist, ég var að koma heim frá New York og ég var sko með grifflur og ég var bara svona, oh my god, hvað er ég að gera, skilur, með einhverja grifflur. En ég vil samt bara segja út af því að við erum bara að renna út á tíma. Já. Ég ætla að tala svo mikið sem er líka svona the dark sides, skilur þú veist, maður var alveg í strætó og það var einhver kona sem misti sig bara á mig út af engu. Já. Og ég var orðin svolítið mikill New Yorker að hún var greinilega bara eitthvað aðeins veik á geði sko, en ég vaknaði með eitthvað upp í raskatan á mér þennan dag sko, því að mér langaði ekki, það mátti enginn segja neitt um mig sko þennan dag, og hún var sko sat á móti mér og þú veist, strákarnir voru eitthvað, þú veist, gat ekki alveg verið að sitja kjurrir eða eitthvað, ég man ekki nákvæmlega hvað, eða hvort ég var með ég var búin að skutla strákunum og ég var með kerruna og ég, þú veist, strammt tekið þá máttu ekki taka kerruna með henni og geti brotið hana saman, en ég gaf mér það besta leyfi stundum þegar enginn var í strætó að setja þú veist sætin upp og vera bara með kerruna, og ef að einhver kom inn sem að þurfti sætin að þá hoppaði ég bara út, þú veist, ég var bara eitthvað, þú veist, þreytt morgunin og eitthvað, ætlaði bara að fá mér, þú veist, smá skull með strætónum, og hún, ég veit ekki eins og hvort þetta var eitthvað í taugarnar á henni, en þessi kona situr sér svona ská á móti mér og hún er eitthvað svona, þú veist, smá svona krakkhaus, en samt, þú veist, hún byrjar eitthvað svona you fucking bitch, you fucking og bara eitthvað svona og er, þú veist, að horfa á mig allan tíman og bara eitthvað you're a terrible mom, you're like bara eitthvað svona, og
og ég segi bara eitthvað, þarftu að segja eitthvað við mig? Ó guð. Og þá byrjar hún bara eitthvað, oh, she's ready to fuck around and find out, eitthvað svona, og hún hætti ekki, sko, og ég var bara eitthvað svona, þú veist, út af því að hún hélt áfram að vera bara eitthvað svona, þykjast ekki verið að tala við mig, en þú veist, allt sem hún var að segja var svo augljóslega, þú veist, hún byrjaði alltaf að droppa allt svona, with her pink scarf, eitthvað svona, þú veist, svona, byrjaði svona að segja. Já, ég bara veit nákvæmlega hvað trefilum er að tala um. Já, og þú veist, ég var ekki eins og hvort ég var með hann, en þú veist, hún var alltaf svona að droppa svona í 50 hverju setningu til þess svona að ég heyrði að hún var að tala um mig, og svo kom alltaf bara eitthvað svona, I'm a fucking ugly kid, eitthvað svona, og alltaf að segja eitthvað svona kjaftaði, og ég var bara eitthvað, okay, you can stop now, þú veist, ég segi bara eitthvað svona rólega við hana, og þá bara aftur, oh no, she's really ready to fuck around and find out, og eitthvað svona, og byrja eitthvað að standa upp yfir kerrunni og svala svoandi, og ég var bara eitthvað, nei, þú veist, bara, og ég enda á að fara bara út næst, já, en samt á sama tíma, að því að fólk er eitthvað svona, ertu aldrei hrædd og eitthvað svona, og þú veist, ég lenda alveg í því að, þú veist, sjá mann með hníf og eitthvað svona, og vera eitthvað ógeðslega ógnandi, skilurðu, og alls konar annað, en það er svo mikið öryggi í fjöldanum, að það er ekki fyndið, sko, og þú veist, en svo þú veist, líka annað sem ég hef satt sögum á TikTok, það ég er örugglega að gleyma einhverju svona, líka svona einhverju krassandi, en einhvern tímann þá var fólk að tróðast líka inn í inn í lestina, og ég lenti eiginlega bara undir og þau skemmdu kerruna af því að, og mamma alveg var með kerruna í lestina, en strákarnir voru bara í tróðningi, og það var svona eina sem ég var bara svona, ok, þetta var ekki alveg í lagi, sko, en þú veist, við erum að tala um eina lestaferð af, hvað ætlum við að vera, þú veist, örugglega 2000 eða eitthvað, 1-2.000 lestaferðum sem við fórum í 4 árum, bara, þú veist, magnið af, þú veist, ég get sagt þér fleiri sögur af bara eitthvað svona yndislegu sem að gerðist, skilurðu, einhverju bara eitthvað að syngja fyrir okkur og strákarnir að elska, skilurðu, en fólk vill náttúrulega, þú veist, ég var búin að fá beiðni um að tala um eitthvað svona rottur í lestinni og eitthvað svona. Já, getur ekki bara verið með eitthvað mann sér segment eða svona sér part í einhverjum þætti, bara kannski jafnvel næsta þætti, bara eitthvað svona smá dark side, af því ég er náttúrulega líka alveg með eitthvað sögur, mannst ekki eftir netsögunni sem að ég lendi í lestinni þegar ég var hjá þér. Oh my god. Manst þú eftir rottu ungunum sem voru bara meðlegendur hjá okkur? Já, ég man eftir því líka. Einmitt. En já, við erum eiginlega bara að renna út á tíma, en við líka eftir að taka upp eitthvað smá intro, sko, bara að segja góðan daginn. Ok, thank you. Þetta er bara gott. Já. Ok, bye. Bye. Ef þið heldur að þátturinn væri búinn, þá höfðu þið rangt fyrir ykkur. Það er smá eftir, en núna erum við systur að fara að draga úr gjafaleiknum, og við tókum það upp í dag og við vorum að gera það fyrsta sinn og það var alls konar. En ég náði að taka upp óvart ekki tengd mikrofóninu, nýja, fína. Þannig ég afsaka hljóðið og ég skil ef að þið nenni ekki hlusta á það. En ég held með ykkur og vonandi voru það þeir sem unnu þennan gjafaleik. Annar vinningshafinn er undir lögaldri, föttuð við eftir á, og við munum því koma til með að hafa samband við foreldra líka með kassa af Red Bull og svona, en já, bara ef þið eru ekki undir lögaldri þá er ég ennþá 50% chance á að vinna, held með ykkur hana, and here goes nothing. Vinningshafinn á Instagram er komin. Oh my god. Elka Sól, Elka S-O-O-L. Nú þurfum við að gáða hvort hún sé ekki að follow okkur. Getur þú tjekkað? Má ég gera það? Ég hef ekkert að gera. Já. Þú veist svona að lesa þetta upp eins og bingo. Fín og sætt kona, hún var að eignast barn. Já, ekki. Oh my god, hún var að eignast barn. Bara til hamingju Elka Sól. Já, til hamingju. Paldi hvað samt er gaman að vera að hlusta og þú veist, við erum ekki búin að segja. Ok, eigum við kannski bara að segja henni að senda okkur, erum við búin að heyra þetta? Já, væri það ekki gaman? Já, væri svolítið gaman. Og taka viðbröð, nei. Já, hún heitir Birna Signý Valdimars 10. Byrju. Birna Signý. Birna Signa. Já, Birna Signý og Elka Sól. Eða Súl. Nei, tjók. Bara Sól, sko.
Já, ég er að fíblast. Hún skýrði dóttur sína Sól. Já. En já, svona leyfa þeim að reyna að heyri okkur. Sjáum hvernig það gengur. Velkomið stelpur og strákar í Falfrétti. Ég er Flóki Gunnarsson, eldri son af Lovísa. Ég gerði bara hans over. Ég er líka litli frændi hennar Elfu. Hún á heima í lítið hús. Vin sem heitir Telma, oft með henni. Rosalega skemmtileg. Elskar hann svo mikið. Elskar hann svo mikið. Já. Herri, þetta var óvænt, en já, bara takk fyrir okkur. Hvað er Elfa? Hvað er Elfa í Falfréttir? Hún er farin að sofa. Ætlar að koma heimsótt náttúr setna. Já, næstu sumar. Næsta sumar, ok, bye. Bye bye.